Mikið rétt, sportátturinn með ykkur hérna á þessum mánudagskvöldi klukkan 11 og það komið í lokin hjá okkur hérna í kvöld. En við að sjálfsögðu getum ekki sleppt þættunum án þess að heyra í eitthvað varandi körfuboltan. Við erum náttúrulega búin að fjalla körfuboltan í kvöld en á línuna núna komin þjálfari Hamars, Hallgrímur Brynjólfsson. Framundan ottaleikur, það Suðurlandsskjálfti sem verður núna á þessu sinni í Hveragerði á miðvikudaginn næstkomandi. Hvað blessa og sæll Hallgrímur? Sæll og blessaði gestur. Hvernig hefur það? Ég hef nú bara hörku gott. Já, var það? Já. Það náttúrulega ekki hægt að biðja meiri veislu á Suðurlandinu þessa dagana heldur en eins og í körfunni. Nei, já, nú liggur við að þetta handrit hafi verið skrifað á körfuboltaguðunum sjálfum. Já. Já, ef þetta bústar ekki upp hérna á húan á körfunni hérna á Suðurlandi þá eitthvað mikið að. Já, þetta náttúrulega staðan í einvíðinu núna en 1-1, þið unnu sannfærandi fyrsta leikinn. En leikur 2 sem fór fram í gær, hvernig var sá leikur þínu mati, ef við byrja á því? Það var bara dálítið harður leikur, virkilega vel spilaður Við byrjum rosalega vel í leiknum og síðan kemur stemningin hjá FSU strákunum. Ná að jafna rétt fyrir hálfleik og eiga síðan alveg glimrandi í þriðja leikrulda og það eiginlega bara drapa okkur í leiknum, það nú ekki flóknara það. Ég alltaf mjög ánægður með vörnina hjá okkur í þessum leik, ég meina það ekki hvaða lið sem fer inn í yðu og heldur þessum skotglöðu selfisingum í 74 stigum. Nei. En við vorum bara auðvitað að setja ekki skotin okkar honni. Já. Þannig að, eins og þú kallar það, munur þess að tveggja liða, þú sem þjálfari hefur hort á að má segja kannski að þið vinni kannski leikinn á undir körfunni og þeir vinna hana utan körfunni? Við erum miklu sterkari þeir undir körfunni, það er staðurinn. Þeir eru alveg trú á öðru en það er bara, eins og ég segi, Örn og Steini og Bjarni Rúnar eru bara... Ég sé allavega ekki neitt hjá þeim sem er betri en þeir. Nei. Þannig að síðan finnst mér þau nú bara að passa ágætlega upp á móti í bakgrunnu þeirra. Þannig að mér finnst þetta að koma aðeins út að para og við aðeins betri, en það er þetta bara mitt álit á þessu. Já. Ég var þetta ruglaður að ég myndi telja þá betri en okkur. Já. Það má ekki taka með sem ofróka fulla. Nei, það er náttúrulega, það má bara senda því í sumafrí ef þú ætlar að fara að segja FSU sé betri en Hamar. Já, það er alveg draftmál. Þú fær það aldrei út um mér. Nei, nákvæmlega. En svona þessar viðuregnir, bara það sem hefur að tímur, nú er þetta í fjórðaskipt sem mætið á þessar leiktíð og þið unnu 2 leikina, þið unnu fyrsta leikin í deildinni, svo unnu FSU ykkur, svo unnu þið þriðja leikin á leiktíðinni. Já, og þetta er náttúrulega ekki bara í húfi úrvalsdeildarsæti, er þetta ekki líka svolítið montréttur? Jú, að einhverju leiti, við erum svo sem ekkert að pæla í því. Nei. Það er nú bara miklu stærri hlutur í spili núna. Þetta er búin að vera ansi mögur ár hérna í Hveragerði. Hvað var það að vera að hanga í fyrstu deildinni og vera alltaf við það að banka að fara upp. Þannig að okkur er byrjað fyrsta daldi í það að komast upp með deild. Og samaskapi er auðvitað svipað på teiningunum hjá FSU stjórninni og leikmönnum. Þannig að jú, montréttur að ég veit ekki, ég er svo sem ekkert að fara inn á Selfoss og inn í Krónuna og vonast að hitta Bjarm eða Víði bara til að geta nuttað þeim upp úr ef við vinnum Þið myndi ekki leiðast það? Nei, sjálfsög ekki. En stemningin á þessum leikjum hinga til, hún er náttúrulega búin að vera alveg lygileg. Það er bara forréttind að fá að taka þátt í þessu. Ég hef bara sjaldan kynst öðru eins. Það er bara... Ég meina, fyrsti leikurinn í Hveragerði, það var alveg bílu stemning og maður hélt eiginlega að það var ekki hægt að toppa það og síðan var maður bara vitna öðru eins í gær. Ég meina, yfir 600 manns í yðu og allir öskrandi og hvetjandi sitt hvort liðið og kýtast þess á milli. Já. Ég meina, það er ekki hægt að biðja meira þetta. Svona eiga þessi derbjarleikir að vera. Nákvæmlega. En ef þú horfir yfir tímabili í fyrstu deildinni þá hefur þessi deild verið svolítið lúmskemmtilega á tímabili hélt maður bara jafnvel að Hamar og FSU væri bara að fara að klúra þessu núna þegar árið 2015 byrjaði. Já, það kom smá
smá lægð í, ég meina þetta kemur nýr þjálfari hjá Hamri, ég tek við áramótin og með nýjum þjálfari koma nýjar áherslur og það tók smá tíma að stilla þær inn, en síðan höfum við verið ágætisflugi og síðan þetta bara alltaf mörg jafn í eldinum hjá mörgum af þessum FSU-strákum, það eru verið hálf bensínlausir á miðju undir lok tímabilsins. Þannig að þetta svona allt eðlilega skýringar á þessu, sko. Já. En ekki nauðsynlegt bara fyrir körfuboltann mitt sem að fara að gerast núna, bara körfuboltinn á Suðurlandi, að það séu 2 lið í úrvalsdeildinni? Jó, það alveg klárt mál. Það verður bara skemmtilegri stemning á þessu svæði. Ég meina það mun verða til hvort sem að við förum upp eða FSU að þá mun fólk fjölmenn á þessa derbyleiki sem verður, það alltaf þannig. Maður manna sjálfur þegar maður var að spila og mínir heimamenni Þór voru að spila á mót okkur og það voru allra kvikindi að kíkja, þá voru alveg fólk fara á Stokkseyri og liggur upp í Klaustur að kíkja á þessa leiki. Bara allir að sjá alvöru grannarslag. Já. En áður en ég held áfram að þessa umfjöllunum þetta umspil ykkar eða hvor kemur í Dóminósdeildina, þá verð ég að spyrja aðeins út í Dóminósdeild kvenna, svona fyrir almennan áhugann sem að hlusta núna, þau lið sem eru núna hér eftir í úrslitakeppninni, eitthvað svona þóru eitthvað að spá í þessi viðureignar sem í gangi? Það Snæfell, Grindavík, Keflavík, Haukar. Já, ég reikna fastlega með því að glímudrottningin og Marín, hún komist í úrslitin með Keflavík. Hinum megin, ég rosalega hissa ef að Grindavík slær Snæfell út. Þannig ég reikna fastlega með þetta verði að Snæfell vinni sína viðureign 3-1 í allara verstafalli 3-2. En ég sé það bara ekki í spilunum að Grindavík hafi nógu mikla breytt til þess að slá út Snæfellið. Nei. Og í Dóminósdeild karla þar Njarðvík KR og Haukar Tindastóll, staðan 2-1 í einvígunum, KR yfir 2-1 og Tindastóll 2-1 yfir gegn Haukum. Hvernig spáru þessu? Ég ætla að segja þetta verið 3-1 fyrir KR og ég held að báða viðureignar fari 3-1. Ef að Haukarnir hefðu náða að jafna í síðasta einvígi, þá þetta lítið aðeins öðru svo út. Það er svo opbáslega mikið farið fyrst mér hjá þeim. Hvað var það svona andlega lutan? Okay. Þó þeir hafi náða að sigra í kvöld, þá held ég að það sé bara að þetta of seint. Og mér sýnir svona á Njarðvíkuna þessi orðnir hálfbensinlausir. En svo er það ekki þín spá á miðvikudaginn í fyrstu deild karla, það Hamar 2, FSU 1, er það ekki? Jú, það sjálfsög, já. Ég sé ekkit annað í spilunum. Ég meina við erum búin að ræða vel saman eftir leikinn og vorum aðeins góðan og fórum vel yfir hlutina sem við þurfum að laga og vonandi skila það sé bara, það er ekkit stress í okkar herrbúðum, þetta er bara vorum ótrúlega nálægt í að ná þessu en byrjuðum aðeins seint, þannig að við erum bara að byrja aðeins fyrir á miðvikudaginn. Ég hvet bara alla til þess að mæta. Lalli formaður að bralla einhverja rosalega kunstnir sem hann vill ekki segja neinu frá. Skúringamoppunni þá eða? Nei, það er eitthvað sjó í gangi, sko. Hvort það verður lifandi bjaddir í búri að glíma við einhvern heppina áhorfenda eða, þú veist, talandi apaköttur, ég veit það ekki. Það er eitthvað stórkostlegt að gerast. Já, hann Lárus veit alveg hvað hann á að gera. Hann formaður Hamars, körfubolta. Já, ef einhver veit það, þá veit hann það. Já. Það er bara þannig. Hann að fara að bjóða allan að gestum upp á einhverja skemmtilegt sjó. Já, ég meina við vorum með síðast heimileik, vorum við með Trúbador, Grjóna og Varmá, aðalsöngarinn í Hitakút, hann var tók 3 lög á gítarinn rétt fyrir leik, fekk hálfa stúkuna til þess að syngja með. Og þetta er bara, já eins og ég veit ekki heila, ég veit ekki við hverju að búast, ég er bæði hrættur og spenntur. Já. Já, aðalega bara hvað Lárus að fara að bjóða upp á. Já, það er alveg, hann getur bröður sér allar kveikindar líki. En tilkoma Lárus Jónssonar, þið hafið kallað hann inn gamlan reynslubolta, hvenær var tekið svo ákvörðun að kalla hann inn? Kalla hann inn?
Hann Lalli þetta býr út í Malawi. Já. Svona konan þess hún Eva Harðar að vinna þar fyrir UNICEF og síðan eru þau núna á landinu. Hún sem sagt á von á sér og þau hafði bara ákveða að koma til Íslands lesa dvelja tímanum hér fram að fæðingu og eftir fæðingu og þá var nú þetta bara þegar ég frétta því og þetta spurði ég bara minn gamla spilfélag hvort hann var ekki reiði búin að draga fram skóna og það var nú bara minnsta mál. Og hann hefur engu gleymt? Nei, ekki neinu, hann alveg hörku góður kallinn. Já. Hann hjálpar okkur mikið, kemur mikil ró í spili á okkur og reynsla. En það svo sem vantar ekki reynsluna fyrir, það bara vantar kannski aðeins meiri stöðuleika hjá okkur. Og hann hefur náð að koma með það og hann reyndu þjálfari sjálfur, þannig að það svona fínt að vera með þjálfara á bekknum og síðan einn gráði hann þjálfara á að drifla upp boltanum, sko. Já, nákvæmlega. En svona rétt í lokin áður en ég sleppir, hvenær mælur með því að fólk mæti þarna núna á miðvikudaginn því að þetta, maður veit náttúrulega ekki, það væntanlega eitthvað veisla svona rétt fyrir leik? Jú, ég myndi nú segja allra síðasta lagi hálftíma fyrir leik. Já. Það bara held ég... Er það ekki betra að segja klukkutíma þar sem við erum á Íslandi? Jú, sérstaklega líka á Suðurlandi þar sem að fólk nú vant að mæta hálftíma seinna eftir leikurinn byrjar. Já. Það er alveg sama hvort að menn sé að byrja í útvarpsþætti eða hvað sem það er alltaf hálftíma seinna. Já, þetta er reddast. En Hallgrímur, rétt í lokin, er eitthvað sem þú hræðist við þetta FSU-lið? Nei, ekki neitt. Nei. Og í þínum hóp allir heilir og fínir? Það er allir heilir og svona dugum. Það er bara klárt mál, hvort sem það er skráma eða snúin ökli eða bólki baka, þá er bara tekið einatar íbúðenn og menn klári bara ef það er undir, sko. Það er bara tillökun í okkur, það er veistla. Hallgrímur Björnsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur vel á miðvikudaginn. Ég þori gjarnan að segja bara í lokin bara áfram Suðurland því að maður er náttúrulega bara á Suðurland FM. Já, við vitum alveg að segja áfram Hamar, það er svo sem ekki að segja það fyrir mig. Ég segi bara áfram Suðurlandi. Segja það fyrir mig. Bestu þakkir, gangi vel. Já, bless. Já, Hallgrímur Björnsson og þetta var loka viðtal kvöldsins klukkan náttúrulega orðin korter yfir 11 langt yfir dagskrárlið og það er bara eins og gengur og gerist og fylgið að þessum leikjunum framundan. Það eru leikir annað kvöld í Dómnasdeild kvenna, Snæfell Grindavík og Keflavík Haukar. Þessi leikir hefjast korter yfir 7. Svo eru seinni leikinni núna þetta er undanúrslitunum, svo eru seinni leikinni Grindavík, Snæfell, Haukar, Keflavík. Þessi leikir á fimmtudaginn mitt korter yfir 7 og svo er það bara á sunnudaginn klukkan korter yfir 7 til þess þarf. Náttúrulega úrslita leikur bara þarna í fyrstil karla í körfubolta á miðvikudaginn korter yfir 7 í þristikistunni í Hveragerði. Endilega mæti allan að hálftíma fyrir leik því að þetta er bara úrslita einvið hvort liði fer í úrvalsdeildina, hvort sem það er Hamar eða FSU og í Dómnasdeild karla þá eru náttúrulega svona þriðji leikinir að hefjast og þið getið fundið þær upplýsingar inn á kki.is. Ég heiti Gestur Hagli, ég þakka ykkur fyrir hlustunni í kvöld. Hafið endilega stilt á Suðurland FM sem út vikuna því það er alltaf nóg framöndan ykkur og ef við mistið að ykkur úr þætti kvöldsins þá getið hlusta á það seinna meir inn á suðurlandfm.is. Njótið vikuna sem framöndan er, það er bara komið vor. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli.